hans fyrirtæki mjög öflugt í ferðaþjónustu í Kína og einnig hafa verið að hasla sig vel í Bandaríkjunum. Sem stjórnarformaður félagsins Song Kung í Peking nú på orðin umsvifamikill í ferðaþjónustu, ekki aðeins í Kína heldur einnig í Bandaríkjunum og Japan. En hver þessi maður sem vill kaupa Grímsstaði á fjöllum? Huang Nubo fæddist í Lanzhou í Kína árið 1956. Hann bjó við mikla fátækt framan af en að loknu háskólanámi hóf hann störf fyrir kommunistaflokkin. Huang starfaði meðal annars í upplýsinga- og áróðsráðuneytinu í Kína og var aðstofamaður borgarstjórans í Peking og svo virðist sem Huang starfi enn fyrir kommunistaflokkin eða í það minnsta gerði hann það fyrir 3 árum en þá var hann heiðraður fyrir framúrskarandi störf sín fyrir flokkin. Huang stofnaði fyrirtæki sitt Chongqing árið 1995. Fyrirtækið hefur vaxið hratt en það sérhæfir sig í fasteignaviðskiptum og ferðaþjónustu. Það hefur meðal annars fjárfest í Bandaríkjunum, Japan og víðar. Sem dæmi má nefna að árið 2003 byggði fyrirtækið verslunarmiðstöð í Los Angeles, keypti 1000 hektara bújörð í Nashville, Tennessee og reisti Kímmes-setur í New York fyrir $73 milljónir. Ekki er fengið staðfest hver umsvif Nubo eru bæði innan og utan Kína. Á vefsíðu Chongqing Group eru tilgreindir rúmlega 40 dótturfélög sem öll tengjast fasteignum, ferðamennsku, tennisklúbbum og öðrum tómstundaiðkunum. Félagið virðist eiga nokkur hótel en erfitt er að henda reiður á hvað er búið að byggja og hvað er í bígerð. Á vefsíðu félagsins eru engar upplýsingar eigendur, fjárfesta eða afkomu.